Á annað 100 manns þurftu að yfirgefa heimili sín í Neskaupstað og á Seyðisfirði í dag vegna snjóflóðahættu. Fjöldahjálparstöðvar voru opnaðar á báðum stöðum. Vopnahlé er hafið á Gaza og 3 ísraelskir gíslar voru frelsaðir þaðan síðdegis. Örfárra klukkustunda töf varð á hléinu í morgun og á meðan drap Ísraelsher 19 manns. Hnífi er beitt að meðaltali tvisvar í mánuði í alvarlegum ofbeldismálum hér á landi. Hnífaburður ungs fólks hefur margfaldast síðustu ár. Donald Trump sver á morgun embættiseið sem 40. og 7. forseti Bandaríkjanna. Utanríkisráðherra vonar að tengsl Íslands við Bandaríkin verði nánari og dýpri með nýjum forseta. 24 þjóðir taka þátt í Bocuse d'Or matreiðslukeppninni sem er ein sú virtasta í heimi. Fulltrúi Íslands hefur verið við æfingar nær sleitulaust síðan í ágúst. Gott kvöld. Óvissustigi hefur verið lýst yfir vegna snjóflóðahættu á Austfjörðum. 37 heimili hafa verið rýmd í Neskaupstað og einnig nokkur heimili á Seyðisfirði. Björgunarsveitir hafa gengið í hús til að aðstoða fólk og upplýsa. Rúnar Snær Reynisson fréttamaður er í Neskaupstað. Er rýmingunni lokið? Já, rýmingunni er lokið. Við erum hér í björgunarsveitahúsi Gerpis í Neskaupstað og björgunarsveitafólkið sáum að framfylgja og framkvæma þessa rýmingu bæði hér í Neskaupstað og Seyðisfirði. En 140 manns þurftu að yfirgefa heimili sín í dag, flestir í Neskaupstað en einnig nokkrir á Seyðisfirði. Og fjöldahjálparstöðvar voru opnaðar í Egilsbúð hér í Neskaupstað og í Herðubreið á Seyðisfirði og samhæfingarmiðstöð almannavarna var líka virkjuð. En við hittum fólk hér í Neskaupstað í dag sem var að rýma húsin og við skulum líta á það. Óvissustig vegna snjóflóðahættu tók gildi á Austfjörðum í hádeginu því mikilli snjókomu er spáð til fjalla. Ákveðið var að rýma á nokkurum reitum á Seyðisfirði og í Neskaupstað og tók rýmingin gildi klukkan 18. Hér má sjá svæðin sem ákveðið var að rýma. Áætlað er að rýmingin nái til á annað 100 manns, 140 manns í Neskaupstað, við Mýragötu, Víðimýri, Starmýri, Hrafnsmýri, Gauksmýri, Valsmýri og Nesbakka og tugar á Seyðisfirði, á Strandgötu og á Ránargötu. Spáð er norðaustan hvassviðri með mikilli snjókomu í kvöld og á morgun og við það bætist skafrenningur og því gætu nokkuri metrar af snjó bæst við til fjalla. Nokkur snjóflóð fjallu á Austfjörðum í gær og benda athuganir snjóflóða eftirlitsmanna til að stöðuleiki snjóþekjunnar sé ekki mikill. Gert er ráð fyrir að rýmingarnar verði í gildi fram á þriðjudag. Rýmingu lauk laust fyrir klukkan 5. Ein þeirra sem yfirgaf heimili sitt í dag var Guðrún Sólveig Sigurðardóttir bankastarfsmaður í Neskaupstað. Hún segir rýminguna ekki koma óvart eftir að hafa fylgst með fréttum. Þeir eru búin að banka hér upp á björgunarsveitarmenn og athuga hvernig staðan er og bönguðu hérna upp hjá okkur öllum í þessari blokk og er búin að vera á ferðinni á svæðinu til að tryggja það að fólk væri örugglega með þessar fréttir. Hún býr í fjölbýlishúsinu Starmýri 17-19 en snjóflóð féll á blokkina í mars 2023. Man líður ekkert vel með það en samt svo þakklátt fyrir það hvað það er bara vel fylgst með. Það er bara þannig. Og að fara úr húsinu er ekkert mál. Við erum með góðan fyrirvara á þessu og við erum búin að þurftum ekkert að rjúka neitt út. Við erum bara góðan tíma til að taka okkur til og það sem fréttirnar voru tímalega í þessu öllu saman. En þeir eru byrjaðir að smíða eða reisa snjóflóðavarnir hér fyrir ofan blokkina, ekki satt? Jú, það er alveg komnar alveg einhverja varnir, sko. Það er bara alveg dásanlegt og þakkláttur fyrir það, sko. En þetta er ekki búið. Þetta er náttúrulega ekki alveg, það er einhver ár í það eða ekki. Þannig að maður bara bíður og vonar að þetta gangi jafn vel áfram eins og þetta er búið að ganga. Þetta er búið að ganga mjög vel síðan byrjuð. Guðrún Sólveig segist heppin að því leyti að hún fær inn í hjá dóttur sinni sem býr á öruggu svæði og jafnvel önnur dóttir hennar líka sem býr á mörkum svæða. Fjöldahjálparstöðvar voru opnar klukkan 1 í dag í Egilsbúð í Neskaupstað og Herðubreið á Seyðisfirði og varðskipið Freyja er á leið austur en ekki liggur fyrir hvort farið verður inn á Seyðisfjörð eða Norðfjörð. Þá var samhæfingarstöð í Reykjavík virkjuð vegna ástandsins fyrir austan. Nú hjá mér er Jón Björn Hákonarson, hann er verkefnastjóri almannavarna hér á Austurlandi. Segðu okkur Jón Björn, hvernig gekk þessi rýming? Þetta var ákveðið tímanlega má segja.
Já, þetta var ákveðið með tímalega enda vorum við að horfa til öryggis sjónarmiða og Veðurstofan náttúrulega stýrir rýmingum ákveður. Þannig að hún gekk heilt yfir vel. Bara björgunarsveitar fólk náttúrulega kom hér til aðstoðar og náttúrulega stóð sem sönnum prýði eins og að venju og íbúar líka tóku þessum jafnvægi. Þetta veit maður að svona aðstæður ýta undir ýmislegt en ég held að við höfum náð þessu bara vel saman í dag að gangi þetta. Hafa margir þurft að leita í fjöldahjálparstöðvarnar? Sko í gegnum fjöldahjálparstöðvarnar hafa farið töluverður erill í dag af fólki, eðlilega og í skráningum líka. En það eru 155 sem við vitum að þurft að rýma hér og 15 á Seyðis, 14 til 15 á Seyðisfirði. En það mun engin gista í fjöldahjálparstöðum í nótt. Það er búið að fá gistingu handa öllum annarkvort hjá vinum eða kunningum eða þeir sem vantaði það er búið að koma þeim í hús. Hafa fallið einhver snjóflóð? Engin sem við vitum nált byggð, það hafa komið spýjur núna á vegi, núna rétt undir kvöldið eða í kringum vegi, en ekki sem við vitum sem ég er kunnundum allavega. Og þetta ástand geti varað á morgun líka? Já, við gengum út úr því strax með fólki að þetta væri rýming til 2 nótta, núna á aðfarn á þriðjudags, svona miðað við veðurspá og það var svona gefið út og við svo kannski vonandi breytist veður á morgun en við gerum ráð fyrir því allt fram á þriðjudags morgun þá ætti nú gengið allt saman. Takk hérlega fyrir þetta Jón Björn og við látum þessu þá lokið hérna á Neskaupstað en fylgjumst auðvitað áfram með í okkar miðlum. Já, takk fyrir þetta Rúnar Snær. Hvernig er útlitið fyrir Austurland næsta sólarhringinn? Já, hún er ekki sérlega góð. Það er búið að versna mikið núna seinnipartinn. Mikil ákefð í úrkomunni, þú veist, á Seyðisfirði til dæmis, búið að snjóa þar heilmikið og mæld úrkoma yfir 30 mm núna. Og það eftir að falla verulega mikið meira í mælana núna næsta sólhringinn og fram á morgundaginn. Og það er gul viðvörun í öllum landshlutum nema Vesturlandi? Já, sko við sjáum hérna á kortinu að, það er farið, en það er appelsingul viðvörun hérna á Austfjörðum og á Austurlandi. Það verður áfram í gildi í fyrramálið, en það er ekki fyrir það líður á morgundaginn að önnur þeirra dettur út. En viðvörun á Austfjörðum mun lifa áfram allan daginn á morgun fram að miðnætti. Já, við sjáum kortið sem sýnir 8 í fyrramálið. Og þetta gengur niður hvenær? Smá saman á morgun lagast veðrið, þannig að við sjáum þarna seinnipartinn að þá eru einhverjar viðvaranir dottnar út, en Austfjarðaviðvörunin verður áfram fram á annað kvöld. Það er ekki fyrir aðfram þriðjudags sem að það dregur verulega úr ofankomunni þar. Þannig að heildar úrkoman er það mikil að þetta eru svona nokkrir metrar á snjókomu sem falla í fjöll næsta sólarhringinn eða svo. Já, einmitt. Takk fyrir þetta, Hrafn. Þá förum við í önnur mál. Vopnahlé tók gildi á Gaza í morgun og íbúar sem hafa verið á flótta mánuðum saman eru þegar farnir að snúa aftur til síns heima. 3 ísraelskir gíslar fengu frelsi síðdegis og tilstendur að frelsa 90 Palestínumenn frá Ísrael. Það er rúmu 2 milljónir sem hafa mátt þola martraðarkenndar aðstæður á Gaza síðustu mánuði, jafnvel flúið árásir Ísraela milli tjaldbúð og oft á mörgum sinnum, geta nú andað léttar. Herinn hefur hörfað að mestu og fólk getur kannað ástand heimila sinna. Já, það er þeir heppnu sem að enn eiga í einhver hús að venda. Þessar myndir voru teknar í Khan Yunis borg í dag. Eyðileggingin er ólýsanleg. Vopnahléið átti að hefjast 8:30 í morgun að staðartíma en frestaðist örfáar klukkustundir. Þær réðu örlögum 19 Gazabúa, segja heilbrigðisyfirvöld, þar sem Ísraelsher hélt árásum áfram á meðan töfunum stóð. 100 vöruflutningabíla eru ýmist á leiðinni til Gaza eða komnir þangað með hjálpargögn sem sár þörf á. Þessi aðgerð var einn hluti vopnahlés samkomulagsins. Annar hluti þess kveður á frelsun gísla. 3 ísraelskar konur fengu að snúa aftur heim í faðm ástvina í dag. Hamas-liðar komu þeim í hendur starfsmanna Rauða krossins seinnipartinn sem fluttu þær yfir landamærin til Ísraels. Það sést vel hér hvað það var viðkvæm aðgerð. Mæður gíslana fylgdust með í beinni þegar konurnar voru fluttar í öruggt skjól og aðrir ástvinir fögnuðu ákaft. Heimkoma gíslana var sýnd í beinni á risaskjá í Tel Aviv. Rauði krossinn ferjaði einnig 90 palestínumenn úr fangelsum á Vesturbakkanum og til frelsis í dag. Vopnahlés samkomulaginu hefur verið ákaft fagnað víða síðustu daga. Palestínskir flóttamenn í Líbanon komu til að mynda saman í dag til að fagna.
En þó fagna ekki allir. Itamar Ben-Gvir, þjóðaröryggisráðherra Ísraels, stóð við stóru orðin í dag og sagði af sér embætti vegna vopnahlés samkomulagsins sem hann hvatti til að yrði ekki undirritað. Í dag síðasti dagur Bandaríkjaforseta í embætti. Honum var mjög í mun í dag að gera vopnahlés samkomulagið að sínu. And after so much pain, destruction, loss of life, today the guns in Gaza have gone silent. This was the deal that I outlined for the world back in May 31st. Many of you covered it at the time. Hnífaburður ungs fólks hefur margfaldast síðustu ár samkvæmt tölum frá ríkislögreglustjóra. Hnífi beitt í alvarlegum ofbeldismálum að meðaltali 2 í mánuði. Árið 2023 voru 180 einstaklingar 25 ára yngri vopnaðir hnífi. Það tvöföldun frá árinu á undan og þrefalt fleiri en að meðaltali síðustu 5 ár þar á undan. Þar af rúmlega helmingur á aldrinum 17 til 20 ára, 30% 21 til 25 ára og tæplega 15 12 til 16 ára. Meðalaldur 19 ár. Þetta sýna gögn frá embætti ríkislögreglustjóra. Þau ná yfir 18 ára tímabil frá 2006 til 2023 og tekin voru saman öll mál þar sem ungt fólk sem kom við sögulögreglu var vopnað hnífi. Þetta áhyggjefni og líka sérstaklega það oft þannig að ef við erum bara að bera saman 2 ár þá getum við séð ákveðna sveiflu sem fyrir aftur niður, einhverja aukningu sem síðan jafna sig. En að því að þessi aukning á þessu 2 ára tímabili ætti kannski að valda okkur sérstakar áhyggjur að því að hún í samræmi við þróun sem hefur verið að eiga sér stað við langt tímabil. Margrét telur ástæður fyrir vopnaburði geta verið ólíkar á milli aldurshópa. Þau yngstu standi oft höllum fæti í samfélaginu, til dæmis hafi þau sjálf orðið fyrir ofbeldi. Fleiri ástæður liggi þó að baki. Það sem ég hef séð nú þegar í mínum gögnum og í mínum rannsóknum að það algjörlega skýrt að í ákveðnum hópum komin upp svo hugmynd að það sé mjög mikilvægt að hefna sín. Og þessi hugmynd getur verið mjög skaðleg hjá ungu fólki og eitthvað sem þarf að bregðast við. En ég held hjá svona eldri hópunum að þá þetta orðið alvarlegra og tengist meira öðrum brotum og oft þá einstaklingar sem í alls konar öðrum brotum eins og ránum og fíkniefnabrotum líka. Á síðasta ári var hnífi eða eggvopni beitt í 24 skipti í alvarlegum ofbeldismálum, stórfelldum líkamsárásum, tilraunum til manndráps eða manndrápi. Að meðaltali 2 í mánuði. Mér finnst þetta mjög mikið, sérstaklega í ljósi þess að aðeins hluti af þeim brotum sem framin í samfélagi enda á borði lögreglunar skráð hjá lögreglunum. Það alls ekki þannig að allir þolendur tilkynni eða lögreglan sé alltaf kölluð á vettvang. Þannig að því að við erum í þessu tilfelli að tala alvarlegustu brotin, að þá 2 að meðaltali á mánuði, mér finnst það ansi há tala fyrir okkar Ísland.
Já, við biðjumst velvirðingar á þessu. Það varð bilun í tæknibúnaði en vonandi gengur þessi fréttatími snurulaust fyrir sig það sem eftir af honum. Við vorum komin á þann stað að segja ykkur frá því að meirihluti eigenda í vatnsauðlind og vatnsverksmiðju Icelandic Water Holdings í Ölfusi eru fyrirtæki skráð í skattaskjólum. Þetta kemur fram í yfirliti sem úrskurðarnefnd upplýsingamála gerði viðskiptaráðuneytinu að afhenda. Sumarið 2023 kom fram í fjölmiðlum að útlendingar hefðu eignast meirihluta í Icelandic Water Holdings. Ríkisstjórnin brást við enda fjallar þetta eignarhald ekki aðeins átöppun vatns, heldur líka eignarhald á auðlind. Ákvað ríkisstjórnin að kanna viðskiptin með hlutabréfin í samræmi við lög fjárfestingu erlendra aðila í atvinnustarfsemi. Þegar fréttastofa spurði viðskiptaráðuneyti í fyrra sumar hvað hefði komið út úr þessari athugun og eignarhaldi, var svarað að fyrirtæki hefði þegar verið í meirihlutaeigu útlendinga í nokkur ár og að meirihluta ættu 2 tilgreind eignarhaldsfélög á evrópska efnahagssvæðinu. Frekari upplýsingar vildi ráðuneytið ekki veita því Icelandic Water Holdings hafnaði því í ljósi einkahagsmuna sem undanþegnir væru upplýsingarétti almennings. Fréttastofa kærði til úrskurðarnefndar upplýsingamál. Nefndin úrskurðaði fréttastofunni í vel þann 19. desember. Ráðuneytið ætti því að afhenda ódagsett yfirlit frá Icelandic Water Holdings. En gögnin voru aðeins ein blaðsíða. Minni hluthafar eiga rúm 23%, Jón Ólafsson og Kristján sonur hans eru fulltrúar þess hluta í stjórn. Alþjóðlega fjárfestingafyrirtækið BlackRock á tæp 23% í gegnum félaga á Írlandi og meirihlutann tæp 54% á Iceland Star Property skráð í Liechtenstein. Þótt þau sem hafa nýtingarrétt á íslenskum auðlindum séu löglega skráð fyrirtæki á evrópska efnahagssvæðinu, þá nær ógjörningur að komast að því hverjir í raun standaða baki því elta þarf peningana rangala skattaskjóla heimsins. Frá Liechtenstein á evrópska efnahagssvæðinu liggur leiðin til Caymaneyja í Karíbahafi því félagið í Liechtenstein er að fullu í eigu Project Spring. Lauslega þýtt heitir það fyrirtæki verkefnið vatnsauðlind. Eignarhald á Project Spring er skipt í 6 hluta. Stjórnarhlutin er líka skráður á Caymaneyjum. Hinn 5 fyrirtækin eru fjárfestingafélög. 1 þeirra er á Caymaneyjum og 4 á Jómfrúaeyjum, líka í Karíbahafi. Icelandic Water Holdings segir að engin hluthafi í Project Spring eigi meir en 20% og því sé sænski ríkisborgarinn Johan Dennelind raunverulegur eigandi. Hann er stjórnarformaður Icelandic Water Holdings. Auk Dennelind sitja 4 aðrir í stjórn fyrir hönd meirihlutans, Peter Partma, Kai Weng David Chang, Yu Chuang Liang og Peter Xiao Chang. Sá síðastnefndi Peter Chang er annar 2 stjórnenda fyrirtækisins í Liechtenstein og sagður búsettur í Hong Kong. Samkvæmt síðans á LinkedIn er hann einn stofnenda og eigenda Bentley Capital í Hong Kong. Bentley nafni kemur fyrir í 2 félaganna í skattaskjólunum. Það er Bentley Capital á Caymaneyjum og Bentley International Holdings á Jómfrúaeyjum. Rúta valt út af veginum á Hellisheiði í morgun. Slysið varð við afleggjarann að skíðaskálanum í Hveradölum. 20 farþegar voru í rútunni, allt erlendir ferðamenn og þeir sluppu ómeiddir. Fólkið var flutt í Hellisheiðarvirkjun þar sem það fékk skjól undan veðri og vindum meðan beðið var eftir annarri rútu. Donald Trump sver á morgun embættiseið sem 40. og 7. forseti Bandaríkjanna. Undirbúningur fyrir athöfnina var á lokastigi þegar ákveðið var að hafa hana innandyra, enda spáð fimbulkulda í Washington. Athöfnin er yfirleitt haldin hér við vesturhlið bandaríska þinghússins í Washington, en svo verður ekki að þessu sinni. Þess í stað verður athöfnin í kringlu þinghússins undir hvolfþakinu, þar sem gert er ráð fyrir 4 stiga frosti yfir miðjan dag á morgun. Þetta hefur ekki gerst síðan 1985 þegar Ronald Reagan sór embættiseið fyrir sitt síðara kjörtímabil, en þá var einmitt mikið frost í höfuðborginni. Demókratar ætla sumir ekki að vera við athöfnina þótt hefð sé fyrir því. Nancy Pelosi, fyrrum forseti fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, er þeirra nafntogaðust. Hún mætti heldur ekki árið 2017 þegar Trump sór embættiseið í fyrsta sinn. Michelle Obama ætlar heldur ekki að mæta sem fyrrum forsetafrú. Trump rauf sjálfur 150 ára hefð árið 2021 þegar hann var ekki viðstaddur innsetningarathöfn Joe Bidens. Það er margt eftirminnilegt við innsetningarathafnir síðustu áratuga. Árið 1953 snaraði kúrekinn Monty Montana Dwight D. Eisenhower forseta. Árið 1977 sveif stærðarinnar uppblásin hneta götur Washington borgar þegar hnetubóndinn Jimmy heitinn Carter sór embættiseið. Og árið 2009 virtist Barack Obama klúðra hápunkti athafnarinnar, eiðnum sjálfum.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. That I will execute the office of President to the United States faithfully. That I will execute faithfully the office of President of the United States. Reyndar var það forseti Hæstaréttar sem ruglaðist en ekki Obama. Og þegar Joe Biden varð forseti 2021 vöktu lopavettlingar Bernie Sanders, þingmanns og forsetaframbjóðanda athygli. Og þá var bara spurningin, hvað ætli standi upp úr á morgun? Já, Oddur, hvað ætli standi upp úr á morgun? Já, það er ómögulegt að segja núna ennþá, en við sem að fylgjumst með þetta vonuðum að það verði eitthvað sjónarspil, það eru alltaf skemmtilegar. Við ætlum að sýna frá innsetningar athöfnina á vefnum okkar RÚV.is á morgun, svona milli 3 og 4, þannig að fólk getur fylgst með þar. Verði einhverjir Íslendingar viðstaddir þessa innsetningu? Já, sko, það stóð til að sendiherra Íslands í Washington, Svanhildur Hólm Valsdóttir, yrði viðstödd, en eftir þessar breytingar vegna veðurs að þá gæti það hafa breyst. En íslensk stjórnvöld hafa verið að kortleggja forsetatíð Donald Trump, þessa síðari sem hefst á morgun og Donald Trump sem forseta líka og svona verið að kanna hvaða þýðingu það hefur fyrir Ísland þegar hann tekur við völdum. Við erum auðvitað svona mitt á milli Norður-Ameríku og Evrópu og það skiptir miklu máli fyrir okkur í Íslandi hver situr í Hvíta húsinu og Magnús Geir Eyjólfsson, þingfréttaritari okkar, hann ræddi við nýjan utanríkisráðherra nýverið og spurði hann út í þetta. Skulum heyra hvað hann að segja. Þjóðir heims hafa undanfarnar vikur búið sig undir að Donald Trump taki við valdataumunum í Hvíta húsinu. Að því marki sem hægt að undirbúa sig, enda sýnir reynslan af fyrri valdæti Trumps að stefna hans og ákvarðanir eru ófyrirsjáanlegar. Samanber ummæli að hann útiloki ekki að beita hervaldi til að taka yfir Grænland. Þetta hefur íslenska utanríkisþjónustan verið að kortleggja. Hún hefur verið í góðum samskiptu við Bandaríkin bæði núna við Biden-stjórnina en það eru líka bæði ýmsar þreifingar og samtöl sem hafa átt sér stað við verðandi ríkisstjórn. Segist ráðherra vona að tengsli við Bandaríkin verði bæði nánari og dýpri en áður undir nýjum forseta. Hún vonast til að leggja fram nýja varnarstefnu með vorinu og mun sú stefna meðal annars taka mið af því hvernig samskipti við Bandaríkin þróast á næstu mánuðum. Mikil uppbygging hefur verið á varnarmannvirkjum í Keflavík og ekki lokuð fyrir það skotið að Trump-stjórnin vilji halda henni áfram. Við þurfum að fræða líka almenning hvað þetta þýðir að huga nákvæmlega þessum þáttum. Þetta hefur verið svolítið fjarlægt fyrir okkur, við hefum ekki kannski mikið vita af þessu, þess vegna hafa þessar framkvæmdir til að mynda í Keflavík komið einhverju leyti fólki á óvart. Almannavarnir á Norðurlöndum hafa undanförnum misserum uppfært áætlanir sínar hvernig íbúar eigi að búa sig undir stríð eða hættuástand og gefið út bæklinga þess efnis. Sem dæmi voru Danir hvattir til að koma sér upp vistum til 3 sólarhringa hið minnsta. Þessi bæklingar hafa þegar ratað á borð Þorgerðar og ekki ólíklegt að sambarilega leiðbeiningar verði útbúnar fyrir Íslendinga. Já, við munum örugglega feta ekkert ósvipaðar slóðir og aðrar vinaþjóðir okkar á Norðurlöndum. Þá förum við yfir í allt önnur mál. Fiskur, selleri, dádýraseiði og ravioli pasta er meðal þess sem íslenski keppandinn þarf að matreiða á Bocuse d'Or keppninni síðar í mánuðinum. Æft hefur verið sleitulaust síðan í ágúst enda markmiðið að hylla dómarana. Bocuse d'Or matreiðslukeppnin er en elsta og stærsta einstaklingskeppnin kokka í heimi, kennd við hinn heimsþekkta franska kokk Paul Bocuse. Keppnin fer fram í lok janúar í Lyon. Þannig eru 24 þjóðir sem eru búin að fara gennum forkeppnir hjá sér og nú er það úrslitakeppnin sem er alltaf haldin í Lyon. Sindri Sigurðsson keppi fyrir Ísland og æfingar hafa staðið hjá honum og aðstoðarfólki hans sleitulaust nánast alla dagavíkunar frá morgni til kvölds síðan í ágúst. Ég er með gott lið sem að hjálpa manni við undirbúningin en þetta er bara að æfa hráefnið aftur þangað til að þú ert orðinn sáttur. Sindri segir keppnina í ár vera afar sterka en matreiðslan fer fram innan ákveðins tímarama. En hvaða hráefni fær hann til að vinna úr? Það er fiskur sem heitir stone bass, síðan þarf að humar í forréttin, síðan þarf að gera fat úr selleríi og sellerirót. Það er fyrra verkefnið og seinna verkefnið er dádýrahryggur á beini og 2 stykki úr lundum. Síðan er að gera stóra köku innbakað úr dádýraöxl og andalifur, ravioli pasta og dádýraseiði með japönsku te. Það er verkefni sem ég þarf að fara eftir. Íslenska liðið tekur með sér mikinn farangur þegar það heldur utan, en hver er mesta áskorun þjálfarans? Þú ert að reyna váa dómarana til þess að
og gefa þeim sko feelingin að þetta sé maturinn þinn. Það svona aðalega felst í því. Það skuli líta á það sem ber hæst í íþróttum kvöldsins sem Óðinn Svan Óðinsson sér í kvöld. Íslenska karlalandsliðið í handbolta tryggði sér farseðilinn í milliriðil heimsmeistaramótsins í gærkvöldi með þægilegum sigri á Kúbu. Framundan úrslitaleikur gegn Slóveníu sigur í riðlinum. Það var leikið í Vísbikar kvenna helgina þar sem flott tilþrif sáust. Og við heimsækjum rafíþróttamann á Akureyri sem nýverið var kjörinn íþróttamaður Þórs. Bara eitthvað fullt af íþróttafólki að klappa fyrir mig sko. Ég spila Counter-Strike sko. Þá skulum við rifja upp helstu atriði frétta. Á annað 100 manns þurftu að yfirgefa heimili sín í Neskaupstað og á Seyðisfirði í dag vegna snjóflóðahættu. Fjöldahjálparstöðvar voru opnaðar á báðum stöðum. Vopnahlé er hafið á Gaza og 3 ísraelskir gíslar voru frelsaðir þaðan síðdegis. Örfára klukkustunda töf varð á hlénu í morgun og á meðan drap Ísraelsher 19 manns. Hnífi er beitt að meðaltali 2 í mánuði í alvarlegum ofbeldismálum hér á landi. Hnífaburður ungs fólks hefur margfaldast síðustu ár. Donald Trump sver á morgun embættiseið sem 40. og 7. forseti Bandaríkjanna. Utanríkisráðherra vonar að tengsl Íslands við Bandaríkin verði nánari og dýpri með nýjum forseta. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum á netfangið fréttir@ruv.is en þessum fréttatíma lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl.